Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin Magdalena Lukasiak. Hún ljósmynda rannsóknarblaðamaður, ef að það nú rétt svona þýðing. Þú ert líka, má segja að þú sért einhvers konar svona hinsegin flóttamaður. Já, við getum segja það. Ég líka aktivista. Og það allt rétt sem þú sagði. Já. En ég ætla að segja, ég var að læra að tala íslensku bara sjálf. Svo ef þú heyra, ég gera eitthvað mistök, bara það ég sem læri sjálf að tala íslensku. En allt sem þú sagði rétt. En núna ég búin að klára að vinna verkefni sem mér finnst mjög mikilvægt fyrir allt hinsegin fólkið. Ég var að vinna 3 ár í þessu. Ég búin að taka myndirnar og líka spjalla við fólk sem í queer scene á Íslandi. Og allir sem í verkefni frá Íslandi. Já. Og allt sem þau var að sagði líka mikilvægt. Þetta svo mikilvægt frétt úr þetta sem þau sagði. Þau ekki bara dukkunar með varalít og dansarar. Þau dansa og syngja og gera alls konar. Það burlesk show, það drag show og alls konar sem við getum sína á Kiki, líka í Tjarnabíó, í alls konar stað sem við getum segja svona nightlife í Reykjavík. Já. Þetta sem sagt, þú ert að fara að opna sýningu á morgun í Nullinu í Bankastræti, þar sem ljósmyndir sem þú ert búin að taka yfir þessi 3 ár af þessari svona, næturlífs queer, ekki queer bara eiginlega þýtt sem hinsegin eða? Já. Jó, svona hinsegin senunni þá og þú ert baksviðs og eins og þú sagðir mér sko, þá þetta sýningin heitir Family Portrait. Hvað heitir hún? Family Portrait, getur sýnt kannski spjaldið? Já, ég ætla að sýna plakatið sem fyrir þá sem að horfa á okkur í sjónvarpi, kannski bara beint fram? Beint fram, já. Svo þetta krisartista sem heitir persóna hennar í drag. Þetta öðruvísi nafn þegar hún úr sjóið. En ég búin að tala með fólk sem í sýningu og spyrja alls konar spurningar vera queer. Svona hinsegin. Ég frá Pólandi og það rosalega erfitt að lifa hér. Það mjög katólísk og mjög homofóbisk land. Já. Og ég get segja, ég á stóru fjölskyldu og ég fekk engan stuðning hjá þau. Svo ég var bara alein í Pólandi, ég var ekki glöð. Og það forseti kosningar núna og alla fjölskylda mína var að kjósa svona neonazist manneskju. Nýnasískan kandidát. Já. En þetta rosalega sorglegt. En þegar ég var að tala með fólkið sem í sýningu, sem í verkefni, þau voru líka með svona sögu eins og ég. Þetta merkt allt sko sem sagt svona flóttafólk að þessu leitinu, þar að segja ekki endilega flóttafólk heldur, fólk sem kemur vill ekki lengur vera í sínu heimalandi. Já, stundum þau voru bara að flytja til Ísland og til dæmis það einn persóna sem Ugandu. Hún trans. Og þegar hún kemst úr skápnum, hún verður bara að drepast í Ugandu. Og núna hún búin að flytja til Íslands og hún mjög glad hér og hún bara æðislegt kona sem getur bara anda núna eins og ég. En þessi fólk sem ég var að tala mest, sem ég var að tala með, þau voru ekki tengjast vel með svona
fjölskyldu blóð. Já, blóðfjölskyldu eða svoleiðis, já. Så við erum núna saman í fjölskyldu sem við valjum. Já. Og það rosalega stórt stuðning til að hafa svona feeling. Til að vera ekki alene lengi. En mér finnst þessu verkefni var líka, við getum segja, eitthvað sérmeðferð til að fara í burtu með trauma sem ég var í Pólandi. Móðir mín sagði ég bara að brenna upp í helviti. Og þetta var sorglegt til að heyra þetta hjá mamma. Og núna sönnir móður hjá Drag Queens eru líka búin bjóða mér að vera í fjölskyldu sem þau eru með. Og mér finnst fólk sem var að tala við mig í þessu verkefni eru líka með svona tilfinningar eins og ég. Margir sem eru núna svona listafólk, þetta líka sérmeðferð fyrir þau. Þau getur dansa, þau getur syngja, hafa hljóð, hafa röð. Ekki vera bara í skápnum og segja bara, ég bara lítla mús sem ég queer og ég bara sita í skápnum og ég gera ekki neitt. Nei, þetta okkar. Þú lýstir í texta sem fylgir sýningunni að hvað þetta læknandi, hvað það það sem að þú dregur út úr þessum kjarna, út úr þessum samtölum, að raunverulega allir þessir sem að þú myndar og sem eru í þessari fjölskyldu sem þú segir, þessari fjölskyldu hérna á Íslandi, þá þegar sameiginlega finnast það hafa verið læknandi að koma fram, að vera einmitt með svona einhvern, þessi leikgleði svona. Já, við getum segja það. Þetta við erum blanda saman gleði og líka alls konar sem sorglegt fyrir okkur. En við erum saman í þessu. Ég var að fylgjast með þau í 3 ár, bæði á sviðið og líka í backstage. Og líka, núna við erum vinir, núna við erum fjölskylda. En ég svo spennt til að sýna fólkið þessu verkefni og líka til að kannski hjálpa fólk að skila hvað að vera queer. En þeir eru margir sem með mikið svona talent. Hvað betyder talent á íslensku? Hæfileika? Já. Það alls konar fólk sem getur sína allt. En þegar ég var að tala með Íslendingar sem eru ekki svona hring, þau heyrir ekkert aldrei þetta sem í gangi á sviðinu. Nei. En þetta þannig þú ert það ekki sama sem merki á milli þess að vera hinsegin og vera á sviði. Það að segja, þetta ákveðin hópur, þau sem þú ert að taka viðtöl við, eiga þau það öll sameiginlegt að vera í sér í fjölskyldu, en eiga þau líka öll sameiginlegt að vera að koma fram, vera sem sagt performerar. Já, þau eru alls konar. Þau eru burlesk dansarar, þau eru dragdrottningar og það líka svæði fyrir, ég get segja það svæði fyrir allt fólk sem eru kannski með svona tilfinning til að vera sparka úr society. Til dæmis workers sem þetta ekki í lagi á Íslandi. Og það líka stór hópurinn sem að vinna í svona vinnu. En þetta ekki bara sýning til að sýna myndirnar. Við óskrum líka, það vantar meira aðstoð fyrir fólk sem vil vinna svona. Það val fyrir fólk. Við erum lífa í demokratísk landi. Så við erum líka í smá stríð með
allingi og alls konar fólk sem laga lög, til að hafa svona basic human rights. Og 3 ár áður ég var að tala með einn manneskju, ég held að þetta var Mighty Bear, og hann sagði núna við þurfum að styðjast meira transfólk. Þau vantar núna meira aðstoð og þetta var 3 ár síðan. Og núna við sjáum hvað í gangi í jörðina. Já. Það er virkilega aðför, sótt að transfólki náttúrulega. En þannig að þessi svona heimildavinna, eins og þú vinnur sem heimildaljósmyndari, ekki bara ljósmyndari, ekki tískuljósmyndari sem sagt, heldur heimildaljósmyndari og rannsóknarblaðamaður raunverulega. Er þetta það sem að þér finnst, sko, ertu raunverulega að koma því framverulega að þetta þessi sjó sé ekki bara svona showbusiness og skraut og eitthvað sem fólk svona tekur sem eitthvað bara trúðaskap, heldur þetta að skoða raunverulega, þú ert að sýna okkur eiginlega dýpri merkingun í þessari tjáningu, sko. Einmitt, það líka ótrúlega gaman að vera í svona sjóið. Við hlæjum svo mikið, þetta bara æðislegt til að koma á föstudag eða sunnudag, laugardag kvöld til að hafa gaman. Fá smá eitthvað til að drekka og vera saman með vinir og vera glöð. Og það líka plás fyrir okkar til að sýna við gerum þetta og þetta og það rosalega skemmtilegt og það líka leið til að sýna við erum eitthvað meira við getum gera eitthvað meira en til dæmis ef dragdrottning í svona alls konar búningar það heitir dragpersona og þegar þessa persona úr make-upið og alls konar. Það öðruvísi manneskja. Stundum feimin, stundum með erfið tilfinningar. Ég var að tala með fólk sem var búlið og fór yfir rosalega erfið reynslu. Já. Þannig að þetta minnir þá bara raunverulega á þegar að verða að vinna með eins og sviðslistir og til dæmis brúðuleikur og alls konar með börnum sem hafa orðið fyrir áföllum að þá einhvern veginn ná menn einhverju fjarlægð og geta tjáð með þessari grímu eða eitthvað svoleiðis. Svo þessi sjóið ekki fyrir börn. Nei. En í hinsegin dagar það líka námskeið fyrir börn. Dragdrottningar að gera alls konar gaman ég segja þetta svona alls konar námskeið fyrir börn til að dansa og syngja það til dæmis gógustar sem í hákarlbúning og syngja hákarllagið og það líka hula hoop námskeið sem Bobby Michelle að gera svo við getum líka sýna krakkanum við erum allt saman hér það enginn til að vera feimin Það sem kannski einmitt, þetta viðurkennt, þessi svona leið líta á listina sem terapíu í tengslum við börn, en oft bara í tengslum við börn sem eru búið að stimpla sem eitthvað erfið, í staðan fyrir að líta á það sem kannski þið eruð að segja að þetta gott fyrir öll börn og gott fyrir allar manneskjur bara. Þetta góð leið til þess að tjá sína reynslu og það ekki fá þína rödd bara. Alveg rétt. Ég var að tala líka með fólk sem núna 21 ár. En þau var að segja líka hvað var í gangi þegar þau varu unglingar. Það var rosalega erfitt fyrir þau. Og þau fann líka stuðning í samtökin 38. Og núna þau eru lífið sitt eftir svona topp aðgerð og alls konar það líka myndir fólk sem varu í þessum mál
og mér finnst það líka verkefni sem getið hjálpa fólk. En ert þú sjálf í, þegar þú segir að þið hittist, ferð þú upp á svið? Nei, ég bara að horfa með myndavélin mín og ég að nota myndavélin til að sýna fólk mikilvægt mál. Ég líka að skrifa fyrir Gay Iceland stundum, líka mikilvægt hluti sem ég vil fólk til að veita, til að lesa, til að læra og til að skila okkar. En nú nefnir þú hefur byrjað þetta fyrir 3 árum og fundi fyrir þessu að fólk sem kom hingað til Íslands fundi fyrir sko miklum létti og fundi fyrir miklum svona, já bara sameiningarkrafti. En hvað með ástandi núna? Finnst þér, sko núna voru bara mótmæli á Austurvelli og það búið að vera alls konar svona raddir sem að kannski hafa sýnt okkur að á Íslandi svolítið átök núna meira en við kannski áttuðum okkur á og það sem mjög mikið verið að tala niður fjölbreytileikan og tala niður bara hinseginleika og allt sem ekki í ykkur svona ákveðnu normi. Finnir þú fyrir þessari breytingu? Já, ég held að ég segja já. Þegar ég búin að flytja til Íslands. Ísland svona regnbogapunktur í Evrópu. Og ég vissi það þegar ég búin að flytja hér. En núna, þegar ég bygg hér 9 ár, ég sé eitthvað líka til að vinna meira Já. Til dæmis transfólk. Og mér finnst Arna Magna Dangs sem gerði Ljósvíkingar. Hún var að gera líka rosalega stórt verkefni og vinna fyrir fólk til að skila hver trans. Já. Og við vorum í kaffihús þegar myndaband var sýnt í RÚV og gamli fólk var að koma til Arna og bara segja hún var rosalega flott og já, svo ég byrjaði að gráta. Ég sá ekkert en ég held að það engin svona fólk í Pólandi til að koma og klappa þú veist og segja svona við. Þannig að þótt að sé svona þú segir að fjölskylda þín í Pólandi hafi farið og kosið forsetaefni sem var kenndur við nýnasisma eða já og þótt að á Íslandi sé menn byrjar að vera svolítið að tjá svona eitthvað sem mætti kalla sem fasíska raddir eða svolítið, þá finnst þér samt vera auðvitað mikill munur á Já. Og mikill von á Íslandi. En þetta í gangi líka í Frakklandi, í Pólandi og í alls konar stöð í Evrópu. Ég ekki tala Bandaríkjó út af því þetta bara aðra saga sem bara sirkus. Ég skil ekki, hann bara trúður sem sem trúður. En mér finnst það mikilvægt til að gera svona sýningar og gera svona verkefni til að vera sýnilegt. En þú segir þú notar nú orðið trúður Trump en margir myndu nú nota orðið einmitt trúður svona búrlesk og svona en þú segir að þú talar einhvers staðar að þetta glimmer en þetta líka blóð. Þetta fjallar þetta mjög mikil alvara þarna. Já, ég búin að nafna þessu verkefni svona og þessi svona undir húðin líka sorg. Sorg. Þetta nokkrar og ég held að margir fólk sem ég var að tala með voru í svo langt ferð til að vera í svona staðin sem þau Til dæmis eina
einu mannesku, hann sagði drag bara save my life. Og því hann getur bara gleyma allt sem var í gangi heima eða í skólanum. Hann var að mála, setja make-up og vera bara, þú veist. En sko, ég fór að hugsa einmitt tenginguna, söguna á milli sko, leikhúsins og hins eiginleikans og þessa leikhús. En það eru bara beinlínis tengsl á milli þá þess að stíga á svið og finna sína rödd og sína framkomu og sitt sjálfstraust og kannski bara lýðræðisins, má segja, ekki? Sem við kannski þurfum svolítið öll að pæla í núna. Já, ég held það. En ég held að fólk getur líka læra hjá okkur til að vera svona meira confident. Til að trúa í sig. Ég getur gera það. Ég með þetta. Já. Ég ekki alveg. Við erum saman. Og hvert segir, nú skulum við segja hlustendum og áhorfendum hvar sýningin sýningin í Nullinu sem í Bankastræti. Já, það rétt. En sýningur partur Reykjavík Fringe Festival. Okay. Sem líka fyrir fólk sem opið og vill sjá alls konar fólk frá land. En já, svo það byrjast á morgun. Allir eru velkomnir til að fara í vefsíðuna og sjá programmið. Stundum sjóið það Reykjavík Fringe. Já. Býtum og þá hægt að já, ég sé það ekki alveg, jú, líklega já, það bara undir Visit Reykjavík, já Fringe Festival og þá hægt að sjá einmitt staðina sem að líka hægt að fara kannski á einhver sjó, eins og þú nefndir Tjarnarbíó og... Já, það alls konar í gangi í Tjarnarbíó, í Kjallarinn á Kiki og út allt, líka í Smakkleysu svona plata nei, ekki plata DJ já okay, já, þetta bara út allt en, sko, en þú hvetur semst alla bara sem skilgræna sig hinsegin og sem skilgræna sig ekki hinsegin og queer og ekki bara koma og skoða og vera með. Já, og það líka veitingastöð Bird sem líka velkomnar stand-up artistar og það líka alls konar í gangi. Okay. Så mér finnst allir getur finna eitthvað fyrir sig í programmið. En núna opna sýningin á morgun 3. júní í Nullinu í Bankastræti og klukkan hvað opnun fyrir einhverja sem vilja kannski mæta? Við byrjum að opna klukkan 12 og það verður opið til 5:30 en það verður opið allan daginn frá klukkan til 7. júní. Já. Líka frá 12 til 5:30. Ok. En svo eftir það, þetta nú frá 3. til 7. júní þá tekur myndirnar, hvað þetta marga myndir cirka sem voru með? Ég held að það cirka 170 myndirnar. Og draumið mitt til að gera myndabók með all textan sem ég með. Okay. Og mér vantar penning. Því við langar að gera svona artbók. Eitthvað sem fólk getur hafa og hafa eitthvað mikilvægt í hendurnar sínar. Svo það næsti step fyrir mig til að gera myndabók og líka fara með þessu sýningu útlandi. Því mér finnst líka gaman til að sýna útlandi. Þeir svo margir listafólk
í svona lítið landi Já. á Íslandi, í Reykjavík. En það er drauminn mitt og það er planið mitt. Þannig að þér finnst vera þér finnst vera að hafa svona pólitískt vægi eða svona samfélagslegt vægi að vera listakona, en þú skilgreinir líka sem þú ert ljósmyndari, listakona, þú ert líka ljósmyndarannsókna blaðakona. Þú hefur unnið sem blaðakona eða hvað? Já, ég var blaðakona í Pólandi 7 ár. Ég var að vinna í sjónvarpi 7 ár og ég var að líka læra í háskólan til að vera ljósmyndari og blaðakona. Okay. Svo ég er líka rosalega glad. Ég getur núna að gera það líka á Íslandi núna. En ég veit, þegar ég tala á íslensku, ég gera mistök. Þú tala mjög góð íslensku. Takk fyrir. Og ég smá stressuð núna til að hafa svona allt vitalið á íslensku. Já. En ég gerði það. Það tekur smá tíma og ég er hér. Ég tala á íslensku. Ég vinna með Íslendingar. Ég tala núna meira út af því ég veit allir að tala á ensku, en ég smá stolt, þú veist, til að líka nota svona tungumálið. En verkefnið sem við erum tala alltaf sína aftur verkefnið. Family Portrait Exhibition. Já, og líka mikið pólitísk. Það er ekki út af engu sem að menn segja skilið við sína blóðfjölskyldu, sín blóðbönd og bindast sem sagt annarri fjölskyldu. Það er gleði í því en það er líka einmitt sorg. Já, en ég óska öllum sem eru líka stundum í svona erfið tíma til að finna sína fólk, til að vera saman. En ég ætla að segja, þau eru ekki alveg. Við erum hér. Nú flott. Og líka sem þú kemur frá Pólandi, finnur þú fyrir auknum rasisma á Íslandi? Það er erfið spurning út af því ég get ekki segja í 100%. Þegar ég spotta stundum svona, fólk er að segja, nei, það er bara grín. Eða þegar ég var að tala ekki svo gott á íslensku, þau var bara svona, hvað ég byrði þetta, svona reið við mig. Já. Og þetta var eftir 1 mánuði þegar ég búin að flytja. Þetta er rosalega erfið tungumál til að læra. En já, ég get segja það. Það er stundum erfið tíma til að vera útlendingur. En þú fíla þetta allaf. Ég get segja þetta beint. Að þú vera allaf útlendingur. Fyrir mig það er allt í lagi. Ég er sem ég er. Ég fann hér fjölskyldu, ég fann hér ást og ég er hér líka til að gefa stuðning fyrir fólk sem vantar röð. Takk fyrir komuna og takk fyrir að segja okkur frá þessu magnaða verkefni. Ég hlakka til að lesa, ég var að byrja að lesa nokkra texta og þeir eru mjög snerta mann, djúpt og allar þessar sögur og þannig að það verður gaman að sjá líka fleiri myndir. Já, það er líka smá búklet í sýningu. Ég selja þetta bara fyrir 500 krónur, það er ekki dýrt. Þetta er líka bara, þú veist, til að hafa smá penning til að gera svona bók. Já. En í svona smá búklet þeir eru allar sögunar sem ég heyrði hjá fólk í verkefninu. Svo verður velkomin. Já, kæra þakki, það verður einmitt gaman að sjá þann
bækling skoða hann betur ber ég nafnið þitt rétt fram, Magdalena Lukasiak. Já, vel gert, flott hjá þér. Nei, þakka fyrir ljósmynda rannsókna blaðakona og listakona. Kæra þakki fyrir að koma Rauðaborðinu og segja okkur frá þessu verkefni, þessari rannsókninni og sýningunni sem opnar í 0 á morgun og við hvetjum bara hlustendur og áhorfendur til þess að fara á sýninguna og fara og kíkja á þetta Fringe Festival í Reykjavík núna sem að hefjast. Við ljúkum Rauðaborðinu með þessu spjalli. Ég heiti Oddný Eir og þakka þér Magdalena fyrir að koma og þakka Pétur Fjellsteð fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og við þökkum öllum viðmælendum okkar í kvöld og náttúrulega hlustendum og áhorfendum þökkum við kærlega fyrir að vera með okkur bara og gera þetta hérna að vettvangi og við líka biðjum auðvitað ykkur að vera duglega að segja frá að við erum í útvarpinu, það er ekki allir sem vita það, 89,1 mörgum finnst gott að hlusta á okkur í bílnum og svo erum við í sjónvarpi Símans á Rás 5 og svo erum við á YouTube og öllum helstu hlaðvarpstöðum og svo síðan okkar samstöðum.is, þar eru helstu klippur og það má líka íta á hnapp sem heitir áskrift ef þið viljið vera svo góð að styrkja okkur, gerast áskrifendur og renna stóðum enn frekar undir þessa dagskrárgerð okkar hérna. Við erum að búa til vettvang, opinnar, gagnrýnar, samræðu. Þar við gefum sem flestum röddum tækifæri til að koma fram og líka bara styrkja sína rödd og til þess þurfum við líka að styrkja okkur og þannig að það er hægt að gerast áskrifandi fyrir 2750 og gerast líka hlutaðeigandi í Alþýðufélaginu þá það er svona félagið sem eiginlega rekur samstöðina svoleiðis að þá er þetta svona bara eiginlega hlutafélag svona óháðra hlustenda og áhorfenda sem eiga þessa stöð og þannig fjölmiðil. En við höfum þetta ekki meira sinni í kvöld, kæra þakkir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.